Já, komið sæl gott fólk og verið velkomin í Hlaðvarpi söguskoðun. Við ætlum að halda hér áfram umræðum okkar Mussolini og Ítalíu í seinni heimsstyrjöldinni. Við vorum hér búin að fara vel yfir svona aðdragandan að seinni heimsstyrjöldinni frá því að Mussolini og fasistar komust til valda á Ítalíu og fram yfir spænsku borgarastyrjöldina og ætlum aðeins að ræða svona spurninguna hvernig Ítölum gekk í seinni heimsstyrjöldinni. Það er nú oft legið á því að þeim hafi gengið afar illa í henni. Já. Og verið baggi og böggull fyrir Þjóðverja. En við komum auðvitað að því hérna í fyrir hluta þessara umræðina að eftir 1936, sérstaklega eftir Eþíópíustríðið, fóru vegir Mussolinis og Hitlers að nálgast og Mussolini sem var svona í upphafi þegar Hitler kom fram á sjónasviðið og hann var ekkert sérstaklega hrifinn á gaurnum en og Hitler dáði náttúrulega Mussolini var ekki til að byrja með Jú, til að byrja með og hérna sendi honum bréf og svona Svolítið svona bromance til að byrja svona tímabili en þetta var til þess að þeir mynduðu með sér bandalag auðvitað er svona þéttari samskipti sem var síðan að bandalagi í seinni heimsstyrjöldinni. Já. Hvað getur við sagt það? Já, hvað getur við sagt það? Það sem mér finnst alltaf að vera augljósar eftir sem ég les meður þetta er hvað þetta bandalag var hvað maður að segja, takmarkað. Já. Að jú, þetta voru að vinna saman ákveðnu leyti en það samt, þú getur ekkert borið þetta bandala sama villu með bandala Breta og Frakka eða Breta og Bandaríkjamanna. Ekki einu sinni Sovétríkjanna og Breta og Bandaríkjamanna. Því til dæmis svona grundvallar atriði eins og bara þegar Mussolini ákveður ráðast á okkur ríki þá er ekki að segja Hitler frá því. Og þegar Hitler er að ráðast inn í einhver ríki þá er heldur ekkert verið að segja Mussolini frá því, það er ekkert verið að samhæfa. Nei. Það er ekkert verið að stýra stríðinu saman, heldur er þetta mikið meira svona, heyrðu, ég geri það sem ég er að gera og þú gerir bara þitt þarna. Og svo kannski ef hagsmunirnir einhvern veginn koma saman og þá vinna þér saman, en svo er þetta mikið bara svona, já, þú gerir þitt og ég gerir mitt. Sko þeir ákveða þarna með formulegum hætti í þessum prótokollum þarna 1936 sem hefur verið kallaður Berlínar Róm öxullin sem var reyndar hugtak sem að Mussolini kom með 36 og þaðan höfum við orðið öxulveldin og þá þetta ákveðar að vinna þéttar saman í alþjóðamálum. Já. Það er svona þróun sem fer í gang þar og kristallast svo í stálbandalaginu 1939 sem er raunin svona formulegt hernaðarbandalag. Það ekki? Jú. Þess að þeir segjast allir hjálpa okkur öðrum í styrjöld og síðan er þarna þríveldissamningur með Japan 1940 Þjóðverjar höfðu þá þetta verið að vinna líka með Japanum. Já. Þannig að þetta eru svona tvenns konar samvinnuverkefni sem að renna saman í eitt í svona þetta lausa bandalag svo bætast þetta Búlgaría og Rúmenía og þessi lönd við Ungverjaland og svona eftir að stríðið byrjað. Það er auðvitað mjög góð punktur í þessu sem þú nefnir, það er þetta sko, þetta er ekkert svona, þetta er svo lauslegt og þetta er svo lítið samráð og til dæmis bara þegar að Hitler innlimaði Austurríki í mars eða apríl 1938 þá lét hann Mussolini vita daginn áður. Skilur, það fær hann bara símskeyt það sko. Já. Og aftur sko á meðan Hitler er að plana innrás í Pólland 1939 þá gerir hann það bara algjörlega einn upp og eigin spýtur og er ekkert að láta Mussolini neitt vita því. Nei. Og sama tíma þá er Mussolini að plana innrás og innlimun Albaníu á þess að láta Hitler vita því. Nei, mitt. Þetta er svolítið svona munstur og meira segja sko þá var Mussolini farin að plana sko svona að hefja skærur við Breta í Egyptalandi. Já. Áður en seinni heimsstyrjöldin hófst í 1939 þarna án þess að tala það við Hitler sko. Já, svo tala hann.
og svo líka þegar þegar stríði byrjar síðan þá samtíða allir það var hérna fundur í Mílanó sem var Ribbentrop, utanríkisráðherra Þýskalands spurði Ítalina, hvenær eru þið tilbúnir að mögulega koma inn í stríðið þá fekk hann svari á 1943 og þannig og ég nefndi hérna fyrir þá voru þeir fyrir stríði voru búin nefnilega kannski 45, 49 en, þegar það verið að segja þarna var Ribbentrop 43 þá var það alltaf algjör lygi ég veit en það líka samt hluti samt af þeim samningum síðan því það líka þetta með bandalagið hversu eðlis var það að Mussolini sá svo sem að hluta til fyrir sér og Ítalir að þeir getu boðið upp á meiri mannafla og þá myndu Þjóðverjar í staðinn koma með eitthvað hergögnum til þess að vopna þennan mannafla og þannig geti Ítalía náttúrulega stutt stríðið en síðan náttúrulega líka eins og nefnir þetta þeir eru ekkert að hafa samráð og ræða málin og einhvern veginn skipulega þetta saman en það sem er alltaf svo áhugavert við upphaf seinni heimsstyrjaldar hvað það gerðist síðan allt hratt þá sá enginn fyrir sér að Pólland myndi falla svona hratt og svo sá heldur sérstaklega enginn fyrir sér náttúrulega Frakkland myndi falla svona hratt nei þannig að það náttúrulega að renna tvær grímur á Mussolini náttúrulega sérstaklega þegar Frakkland er að falla þá upplifir hann það sem svo að heyrðu, nú er ég bara að missa lestinni þegar hann alltaf dreymdi sérstaklega um að ná alltaf Korsíku og eins og suðaustur hortin Frakklands upp á Rón og því til dæmis það er mál við skjóta eina Korsíka til dæmis tilheyrði náttúrulega Genóa og hafði verið seld til Frakklands bara skömmu áður en Napoleon fættist þannig að Napoleon bara rétt náði að fæðast Frakki þannig séð Þannig að segja að hann getur orðið bara Rómarkeisari Rómarkeisari en mér langar til þess að skjóta inn aðeins tölum bara til þess að sýna hvað ítalski heraflinn var gjörsamlega óundirbúin fyrir þetta stríð að því til dæmis og það var svo misvísandi það er alltaf þessi er að segja þetta svo einhver annar að koma með raunveruleikann að til dæmis ef við tökum til þess bara herdeildirnar þá sýndi það sig að á pappirjú voru það með 72 herdeildir en það voru bara 10 herdeildir sem voru fullu vopnaðar restin vantaði fullt af mönnum og byssum og riflum og búningum Ertu þá að tala 1940 eða 39? Þetta er 40, já og ennfremur til þess bara fallbyssurnar alla fallbyssurnar sem voru voru úr fyrri heimsstyrjöldinni og fyrstu nútíma fallbyssurnar voru ekki fara að koma fyrir í maí 1940 það vantaði náttúrulega fullt af bifreiðum vantaði auðvitað skriðdreka það voru enga svona miðstóra skriðdreka það var bara með létta skriðdreka og þeir voru aðeins með nógu mikið eldsneyti fyrir 4,5 mánuð og flotinn var ekki neitt í betra standi flotinn var með 2 orrustuskip sem voru tilbúin í stríð og svo áttu þetta að koma 4 til viðbótar en það tekur þetta tíma allir eins með svona orrustuskip þetta er svo rosalega stórt og flókið kerfi að þó sér til þess þeir eru búin að byggja orrustuskipi og tekur langan tíma að þjálfa mannskapinn og fá öll kerfin til þess að virka og fínstilla einhverjar villur og allt þetta þetta er alveg rosalega flókið fyrirbrigði þannig að jú átt að koma 4 orrustuskipi þá átt ekki að koma fyrir eitthvað aðeins setna árið 1940 og ennfremur þá voru þeir bara með nægt eldsneyti fyrir 5 mánuði í stríði og 5 mánuði líða náttúrulega mjög hratt og sérstaklega verður að taka með að því að hvaðan fáður olíuna sína það er aðalega bara frá Rúmeníu eftir að stríði brýst út ennfremur til dæmis þegar allar loftvarnabyssurnar voru frá fyrri heimsstyrjöld það er nú alveg ótrúlegt og það var þannig drægnin var það léleg að nýjustu flugvélar flugu það hátt að þær náðu ekki í þær og eins til dæmis með flugherinn hann var ekki neitt betra á sig komin þarna voru þeir með hátt í 1800 flugvélar og voru með eldsneyti fyrir 2 mánuði og skotfæri fyrir 3 eða 4 mánuði og þeim vantaði 4000 bifreiðar og voru ekki með neitt heldur loftvarnabyssu og ennfremur sem er flotan að flotastöðvarnar þá var engin loftvarnabyrgi á flotastöðva Nei. En átti ekki ítalski flotin
að vera svona eitthvað í hans bunnið svona... Jú, það er bláttin að vera eitthvað í hans bunnið vegna þess á pappír Já. þá náttúrulega þarna 1940 og áttur kannski að vera með 6 orrustuskip og jú, menn sáu fyrir sér að ítalski flotinn geti eitthvað en síðan þetta eins og Mao kallaði Bandaríkin sem var svo frægt á sínum tíma þarna pappírstígur það var náttúrulega keksruglaður en þetta hefur þá lifað að kalla eitthvað svona pappírstígur og Ítalía náttúrulega var algjör pappírstígur já eins og bara þetta með herdeildirnar að þú af 72 herdeildum ertu bara með 10 sem eru full mannaðar og með fullan búnað en þetta var auðvitað það sem að þeir sögðu Mussolini hersöðingjarnir að þú veist, þeir væri ekki tilbúnir og þjóðinu var greinilega ekki tilbúin í þetta heldur iðnaðunum var ekki tilbúin í þetta en hann var tilbúin í þetta já. Og hann beið aðeins eftir að seinni heimsstyrjöldin hófst í september 1939 beið aðeins með að fara út í hennar leiðangur kannski út af því að hann var ekki tilbúinn vildi sjá hvað myndi gerast sko. Það er auðvitað líka að það hefur oft verið sagt sko, að svona þessi tækifæris sinna svona sín á Mussolini að hann hafi alveg fram á síðustu mínútu verið að svona sjá hvernig þetta myndi fara á milli Þjóðverja og Breta sko. Já. Þó svo að þeir sakfræðingar séu meira að tala þú veist að samvinna við Þjóðverja hafi verið eitthvað sem hann hafi haft áhuga á allan tíman og svona en síðan sko er það ekki fyrir í júní 1940 eftir að Þjóðverjar eru búnir að brjóta franska herinn á bakaftur sem að Mussolini ákveður að taka á skarið og lýsi við stríði gegn bandamönnum og hvort að sveimi það var ekki fara að líða því að Þjóðverjar voru bara fljótlega að fara að byrja að tala sko vopnahlé sko þegar Mussolini kemur inn í myndina kemur inn í myndina og þá náttúrulega þetta gera þeir innrás í Suður Frakland og enda síðan auðvitað uppi með því að hernema innlima eitthvað svæði og taka síðan þátt í smá hernámi í Fraklandi og skömmu fyrir þetta að þá til dæmis var ítalskur aðmirál Cavagnari hann sem sagt var spurður einmitt að Mussolini hvað plön hefði flotinn hvað væri stríðsáætlun flotans í stríði gegn Bretum og Frökkum og þá viðurkenndi kallinn að flotinn hefði engin plön en einhvað síður þá myndi flotinn sinna kallinu og gera skyldu sínu og myndi berjast og ekkert meira veist, þetta er það sem er svo ótrúlegt líka þegar maður er að lesa þessa sögu að veist, þessi orðræða og einmitt allt þessi fasistættur alltaf að tala þetta stríð og styrking og herða sig og við erum undirbúið fyrir baráttuna og allt þetta og upphefja stríðið og allt þetta að þá meira sem er flota þú veist hann er einhver aðmiráll og hann viðurkennir það bara vistu það Mussolini minn við erum ekki með reitt plan, ég veit ekkert hvað ég á að gera en pældi þessu líka Mussolini tala alltaf fangelsi á Miðjarðarhafinu Kýpur, Malta, Gíbraltar þú veist þeir náðu aldrei einu sinni að taka Möltu nei, einmitt sem er sko rétt utan við strendur í Sikileyjar sko bara rétt utan við, það er ótrúlegt og það er líka eins og hann var ofta að tala um að hann vildi leggja út í síðan Korsíku og eitthvað slíkt hann fekk nú hana í friðarsamningunum eða ekki, er ég ruglega? Nei, ég held nefnilega ekki vegna þess að það var alltaf vissi í Frakland síðan Hitler vildi ekki styggja þá en allavega þegar hann var að viðra þær hugmyndir þá hristu með bara höfuð og sögðu vistu það Mussolini minn við höfum enga burði til að gera það en náttúrulega sérstaklega þetta var Möltur og Lótur þeim alltaf á milli þú veist Líbíu og rétt suður á Sikiley Jú, Ítali fengu Korsíku sko er það? En það er samt ekki fyrir 1942 eftir að vissi Frakland var manstu Þjóðverjar bundu enda á það 42 og hernámu restina af alveg rétt restina af Fraklandi það gerðu það þá fekk hann loksins Korsíku
En hann hefur nú ekki verið merkilegur fyrst hann fekk það ekki þarna 1940. Nei, en það náttúrulega hvað maður að segja, Þjóðverjar þetta sáu þetta þannig séðu þetta hvað Ítalir höfðu enga burði til þess að standa í þessu og Þjóðverjar hefðu nú frekar vilja Ítalía hefði verið hlutlaus og stríðin hefði ekki verið fært líka að Miðjarðarhafinu. Já, en strax í júní eða þarna sumarið 1940 þá, sumarið haustið, þá hefst styrjöldin í Afríku. Júní og ágúst þá gera Ítalir innrás í Súdan, Kenía og breska Sómaliland frá Austur-Afríku sem þarna, einmitt það sem þeir höfðu tekið þarna í Eþíópíu. Og það kannski þetta rétt að nefna það bara því við nefndu það ekki að sko af öllum þessum, að því að svo þetta fara Ítalir í fleiri landvinninga, af öllum þessum landvinningum sem Ítalir fara í, að þá það rauninni bara innrásin í Eþíópíu og svo hernám og innlimun Albaníu sem að má segja að hafi verið svona heppnast. Já. Og þá tel ég ekki þess að innrás í Frakkland með sko. Nei. Þeir gera innrás í það reyndar ekki rétt því þeir náttúrulega náðu að hrekja Breta úr breska Sómalílandi líka. Já, það má alveg taka það. Við erum nú að gefa þeim það sem þeir eiga sko. Já, það má gefa þeim það. Þeir náðu nú breska Sómalílandi. Já. Náðu því. En Bretar áttu síðan eftir að ná þessu aftur seinna í stríðinu. Já. Allri ítölsku Austur-Afríku. Það reyndar ekki fyrir í nóvember 1941 sem að Bretar ná Austur-Afríku aftur og hernum á þau Eþíópíu og Sómalíu og Eritríu líka. Já. En það maður skjótt inn að þessi svæðin skipti engu máli fyrir stríðið. Breska Sómalíland maður, hvað þetta? Já, og líka Eþíópía og Eritrea og allt þetta. Já. Þetta Spazio Vitale maður. Vitale. En það náttúrulega þetta grundvallar atriði þetta fyrir þá Ítalíu þetta að reyna að ná Egyptalandis rætt og gátu til þess að ná að opna leiðina þarna austur. Já, og þeir hefja þá innrás í september 1940. Og þar var þetta bara eins og með alla þess að sögu herinni sem eru þar, þeir viti ekkert hvað að gera og þeir fá skilaboð með þeir að gera innrás inn í Egyptaland. Og þeir segja, en við erum ekki með hérna gögnin sem við þurfum og þeir segja bara, við fara bara samt, segja Mussolini. Já. Og í stuttumáli sagt þá hún brotin á bakaftur af Bretum. Já, og það í rauninni ekki fyrir í febrúar 41 sem að náttúrulega Þjóðverjar þurfa að koma og hjálpa Ítölum í Norður-Afríku þegar Rommel kemur, Afrikakorps eins og frægt Og þeir drónu lappirnar að þykja þýska aðstoð en þóttu það þetta niðurlegandi. Já, og þá ná Öxulveldin að fara aftur inn í Egyptaland og þá ekki þessar orustur El Alamein og Gazala og hvað heita allar þessar frægu orustur. Já. Sem að síðan á endanum brotin og bakaftur aftur. En í millitíðinu þá byrjar sko eins og hann Mussolini byrji sko að aftur þetta sko, þetta svo nefndir áðan þetta með svona, tíminn að renna út sko, hann þarf að fara að gera eitthvað. Hitler að leggja undir sig og það líka þetta sko, því þetta svona þessi dýnamík sko, þú veist, hann að verða þessu svona sidekick sko. Já. Þú veist, Hitler að leggja undir sig öll þessi lönd sko, ég þarf að gera eitthvað líka, skilurðu. Þannig að hann byrjar að þú veist, ráðast inn í Grikkland í október 1940 og meðan hann sko mitt í þessum hernaðan í Norður-Afríku. Já. Og það gengur ekkert svo vel. Einmitt. Að þá ákveður hann að ráðast inn í Grikkland frá Albaníu. Og þá sér maður líka þetta, þú veist, annmarka bandalagsins. Hann var ekkert að segja Hitler frá því. Nei. Og þetta reytti Hitler til reiði því þetta náttúrulega flækti stöðunu fyrir Þýskaland. Þetta var, og sérstaklega því að Mussolini síðan og ítalski herinn gæti í sigra Grikkina þarftu mótu töpuðu fyrir þeim. Þannig að þá ertu Þjóðverjar að koma og bjarga málunum. Einmitt. Sko, þetta svona mjög fjallend svæði þarna á milli Albaníu og Grikklands, erfiðar aðstæður. Og Grikkland nú ekki eitthvað svona frægt sko hernaða veldi. Nei. En þeim tókst samt að halda aftur af þessari sókn Ítala
inn í Grikkland og já, þeir bara það bara hægt að segja það að þeir hafi bara þessi innrás hafi bókstaflega mistekist Já. og þá auðvitað færðu þarna þýsku innrásin í Júgóslavíu og þýska hernám Grikkland sem afleiðing af þessu og í friðarsamningunum þar auðvitað fekk Mussolini svolítið, hann fekk þarna Dalmatíuströndina og hann fekk að taka þátt í hernámi Grikklands og hernámi Júgóslavíu en það er ekki hægt að segja að ítalski herinn hafi unnið inn að sigra þarna á vígvellinum. Nei, gerðu það ekki og eins og með hluti það er svo mikilvægt að gera sér grein fyrir því í hernaði, þá er eiginlega byrðaflutningar að ýmsuleiti það mikilvægasta það skiptir ekki máli hvað orð með flotta og góða skriðdreka, þú veist, það er ekki með eldsneyti og skotfæri fyrir það, þú veist, þá gerir ekkert með þá eða fallbyssur eða hvað það er og til dæmis að þegar þeir ráðast þarna inn í Grikkland þá einmitt, að þá voru þeir háður í að þeir voru með nokkrar hafnir þá í Albaníu en hafnir til dæmis í Albaníu voru ekki nógu stórar til þess að geta flutt inn eða tekið við nógu mikið af byrðum og komið þeim áfram þannig að til dæmis hafnirna gáttu ekki annað nema svona 6.000 tonnum af byrðum á dag á meina þarfir hersins voru 10.000 Já. Ok, og ef einhver skynsamur fagmaður hefði verið að skipuleggja þetta það hefur auðvitað sest niður og þú hefur auðvitað reiknað út sko, ok, við þurfum 10.000 tonna byrðum á dag við getum bara fluttið inn 6.000 ok, hvað tekur okkur langan tíma að byggja upp nú mikið að byrðum í landinu til þess að geta haldið úti stríði sem tekur mánuð, 2, 3, eitthvað slíkt Já. Þú veist, það er ótrúlega að eitthvað slíkt hafa ekki verið gert en það er náttúrulega sér maður líka þetta heyrðu, nú er ég að missa lestinni nú strákar, nú verður bara að drífa í þessu núna tökum við Grikkland eða ekki já, en við erum ekki með næga byrðir heyrðu, það er bara sigur viljans hvað umbyggskap er þetta Já, algjörlega sko. og svo er þetta bara algjört klúður Já. Það er mikið klúður að Þjóðverjar þurfa að keyra frá Austurríki gegnum alla Júgóslavíu og niður til Grikklands og marsera síðan þetta gegnum og rústa Grikkjunum þannig að þegar Grikkjandi síðan gáfast upp það gáfast þeir upp ekki gagvart Ítölum heldur Þjóðverjum og það er líka þótti Ítölum og Mussolini mikil hérna niðurlægingur mjög reiðir og kröfðust þess að Grikkir myndi líka formlega gefast upp gagvart þeim Já maður getur ekki farið fram á minna en það sko Nei En á meðan öllu þessu gengur eða þarna fljótlega eftir þá þetta hefst innrásin í Sovétríkin og Ítalir sendi nú myndarlegan mannafla þangað líka Hvað voruð margir? 100.000 manns? Nei Ég man það ekki Jú Það var 80.000 eitthvað svo leis og þá sér maður enn og aftur þannig er búið að fara frá bara einu ævintýrinu annað, þú veist að Eþíópíustríðið hoppa beint inn í spænska borgarastríðið ok, síðan er smá hvíld en svo brýst út seinni heimsstyrjöldin og þá er strax farið í önnur verkefni, þú veist ok, það er verið að berjast í Norður-Afríku, það er verið að berjast í Grikklandi, það er búið að berjast í Júgóslavíu og allt þetta er í gangi og þá hoppa bara beint inn í heyrðu við tökum þátt í Barbarossa líka Algjörlega, en hér er líka góð punktur til að staldra aðeins við og aðeins að hvað við segja gefa honum Mussolini smá svona lefa honum aðeins að njóta af hans því að sko ok, hann fer hann inn í Rússland og ítalski herinn í stuttumáli ásamt Ungverjum og öðrum taka þátt í því að í orrustunum Stalingrad og orrustunum Stalingrad auðvitað er svona vendipunktur í seinni heimsstyrjöldinni það var meðal annars átti þátt í því að Þjóðverjar töpuðu orrustunum Stalingrad vegna þess að var það að Ítalir og Ungverjar áttu að gæta þarna vængsins þarna öðrum megin við borgina og þeir klúðruðu því þannig að Rússar náðu að umkringja borgina þannig að þeir tóku þátt í því að tapa þeirri orrustu og það eru auðvitað svona yfirleitt þegar við tölum seinni heimsstyrjöldina og tölum við alltaf svolítið fyrir og eftir Stalingrad af því það var svolítið svona ákveðin vendipunktur og fyrir Stalingrad náttúrulega þá náttúrulega lítur allt út fyrir það að Hitler sé bara að blitza sig í gegnum allt fattur þú? Já. Hitler er on fire skilur þú? Það lítur út fyrir það að hann sé að fara að sigra í seinni heimsstyrjöldinni og það er náttúrulega þetta fyrst og fremst eftir Stalingrad og eftir 1943-45 sem að
menn fara að sjá það að Hitler mun kannski tapa stríðinu. Já, mitt. Þannig að ef maður lítur aðeins á þetta út frá sjónarhorni Mussolinis 1940, 41, 42 þá sér hann alltaf það að Hitler eins og ég segi on fire og það hafa sem er bent á það sko að hann þarf að drífa sig að taka þátt í þessu ef hann ætlar að fá að setja við friðarborðið eftir þessa heimstyrjöld. Já. Það er svo létt alltaf að líta í baksýnisspegilin og sjá hlutina út frá því sem við vitum sem var náttúrulega það Þjóðverjar töpuðu. Já, það er það. En náttúrulega ef að Þjóðverjar hefðu sko unnið þarna Sovétríkin 1941, 1942 Bretar hefðu dregið sig út úr styrjöldinni jafnvel áður en að Bandaríkin kom inn í þá er ekkert ólíklegt að það hefði bara verið friðaráðstefna, skilurðu? Einmitt. Þar sem að Þjóðverjar og bandamenn þeirra hefðu setið sigurvegara megin í slíkum friðarviðræðum og þá var náttúrulega mjög mikilvægt fyrir Mussolini að tryggja sér hérna gott sæti nálagt Hitler þar sem að hann hefði getað fengið að taka þátt í því að fá herfangið sko. Já. Það er auðvitað þannig sem það lítur út sko. Hann fær að taka aðeins þátt í innrásinni í Frakkland þó svo hann segir ekki Frakkland og hann fær smá fyrir sinn snúð. Hann tekur þátt í því að offísíali að vera með í þessum innrástöðn á Balkanskagan og í staðinn fær hann einhver landsveið og svona sko. Og það er auðvitað þetta með líka það sko að kannski eins og einn sakfræðingur sem að hefur verið með svolítið svona endurskoðunar viðhorf á þáttöku Ítala í seinni heimsstyrjöld og sambandi við Þjóðverja sem heitir James Sadkovich það sem að hann einmitt talar um það sko að það var ekki Þjóðverjar sem að Ítalir eyðilögðu ekki fyrir Þjóðverjum heldur eyðilögðu Þjóðverjar fyrir Ítölum og allt sem að gekk illa fyrir Ítölum var basically Þjóðverjum að kenna tala hans meira um það eftir. En það var meðalans þetta í tengslu við þetta hann heldur í fram sko að Mussolini sko var hræddur við Hitler og hann var hræddur um það sko að Þýskaland geti jafnvel ráðist á Ítalíu þegar framliðu stundir út af því að Ítalir höfðu til dæmis staðið í veginum fyrir Anschluss og svona og hann vildi þess vegna tók hann þessar svona reckless ákvarðanir meðal annars til þess að tryggja það að Ítalía yrði ekki algjöru leppríki Þjóðverja skilurðu heldur gæti Ítalía með því að hafa sér svona eins og hann gerði að minnstu kosti svona fengið að líta út fyrir að þeir væru einhvern veginn við stjórnvölin og væru svona svipuð stalli og Hitler sko og þetta er alveg mikið til í því en að því auðvitað, þú veist, til þess að hafa lögmætt sæti við einmitt sigurvegar að borðið og að fá að draga landamærin að nýju eins og þá öxulveldin hefðu viljað. Já. Þá náttúrulega auðvitað þurfti hann auðvitað að geta sýnt fram á fórnir og sigra og eitthvað slíkt. Já. En svo eins og við erum búin að nefna oft, þá náttúrulega er þetta veikasta og lélegasta stórveldið. Já. Sem er að reyna að spila með stórustrákunum en hefur ekki burði til þess. Einmitt. Og þarna hefði hann getað sagt sko, ég sendi nú 80.000 manns í innrásinni í Sovétríkin. Einmitt. Þjóður eru nú með marga miljónir aðna. Og það ekki? Já. Og en ok. Við þurfum að fá okkar fyrir okkar snúð hérna sko. Já, nákvæmlega. Það er einmitt það. Það er svona, og þetta náttúrulega hluta þessu, þetta er, maður náttúrulega verður að setja þetta í sögulegt samhengi líka, þetta Mussolini þetta sem leiðtogi Ítalíu náttúrulega var þetta að reyna að stýra Ítalíu í gegnum mjög erfiðar aðstæður og þetta voru náttúrulega mjög flókið allt, öll stjórnmálin náttúrulega voru mjög flókinu þetta eftir þetta stríð brýst út og hann var auðvitað að vega og meta hvar eru kannski hagsmunir Ítalíu fyrst og fremst því það er auðvitað mikilvægt að halda þetta í haga að hagsmunir Ítalíu og Þýskalands fóru ekkert saman til dæmis á Balkanskaganum. Nei. Ítalía vildu auðvitað fá allan Balkanskagan, ekki leggja hann allan hreinlega undir sig en vildu auðvitað leggja undir sig ákveðin landsvæð og svo hafa náttúrulega restina sem leppríki. Eins og til dæmis það var alltaf ákveðið deilöfnum milli Ítala og
og Þjóðverja hversu mikla olíu Ítalir fengu til dæmis frá Rúmeníu, því það var eina olían sem Öxulveldin höfðu aðganga að, það var þessi olía frá Rúmeníu og hún var auðvitað takmarkuð, en það Þjóðverjar höfðu aldrei að næga olíu fyrir sína hermaskinu og auðvitað vildu frekar alltaf setja sitt í forgang. Mjög góð punktur og hann nefnilega, þetta er einmitt point sem hann nefnir í þessi sakfræðingur sem ég nefndi á hann, Satkovic, að Þjóðverjar runni stálöllum, Þjóðverjar þeir gáttu stólið sér alls konar hráefnum frá hernumdu löndunum sínum og þeir voru ekkert að gefa það, deila því með Ítalíu. Nei. Og þegar Ítalir höfðu áður verið að fá til dæmis kol frá Pólandi og Tékkóslóvakíu til dæmis, Þjóðverjar skrúuðu fyrir þetta og Þjóðverjar fóru að taka öll kolin frá Pólandi og Tékkóslóvakíu eftir að þeir hernumdu þessi ríki. Já. Og svo fóru Þjóðverjar að taka, þegar olían fór að vera svona skornum skammti, þá fóru Þjóðverjar að taka alla olíuna frá Rúmeníu og Ítalir fengu minna. Og meiri segja mitt Júgoslavi og Grekland sem að þú veist Ítalir vildu fá að merksjúa, þeir fengu ekki að fá eins mikið út úr því og þeir hefðu viljað Nei, fengu það ekki. Þannig að þetta er svona, þetta er mikilvægt að minnst alltaf þegar er svona einhliða sín á sögun eins og hún hefur alltaf verið með Ítalíu, þá er alltaf svolítið svona friskandi að fá önnur sjónarmið líka. Þó svo að ég held nú að þessi sín sem við höfum verið að tala um hvernig Ítalir voru tækifæri sinnaðir og stóðu sér illa á vígvellinum allt þetta, ég held að það séu alveg svona ráðandi sögu skýring, skilurðu, þá er samt mikilvægt að nefna að það eru til aðrar kenningar og aðrar skoðanir. Og líka því úr nefnir sem þetta var ráöfninu og það er alveg rétt endur náttúrulega, það líkil atriði fyrir náttúrulega þýsku hernaðarvélina var auðvitað að leggja undir sig þessu lönd og nota auðvitað ráöfninu og yðinnaðinn og til dæmis það náttúrulega skipti miklu máli fyrir innrásinu Pólland að Þýskaland auðvitað var búið að leggja undir sig Tékkóslóvakíu og Ítalía náttúrulega hafði ekki komst ekki í sömu álnir, þannig að til dæmis staðan á ítalska hagkerfinu voru oft þannig að þeir lifðu í raun og veru bara frá mánuði til mánaðar. Það var gegnum eða allt stríði að það var kannski ekki til nógu mikið tinn til að halda iðnaðinum gangandi nema kannski bara í mánuð. Kóparinn var alveg að renna út, blýið var næstu í búið og þá þurfti alltaf að fara á hnjánum til Þjóðverja. Getum við fengið aðeins meiri kópar hjá okkur? Já, það segja Þjóðverja nei, við þurfum að nota hann sjálfir. Nákvæmlega, því það var einstötu með þýska hernaðariðnaðinn, hann var alltaf í stöðum baráttu við vöndun á hráefnum. Algjörlega. Gífurlegur hráefnaskortur auðvitað. Já. Já, þessum ríkjum. Og ekki bara nóg með það að var hráefnaskortur, því til dæmis stálframleiðsla Ítalíu, ef ég man rétt, þá voru Ítalir að framleiða hvort að Bandaríkin voru að framleiða 80 sinnum meira stál á ári heldur en Ítalía. Já. Eitthvað stjarnfræðilega meira, mikið meira magnaða stál heldur nokkuð tíma Ítalir. Já. Og Ítalir til dæmis gátu ekkert auki stálframleiðsluna bara með því að byggja fleiri stálver. Því það var ekki eins og til næg orka. Og þeir til dæmis tala um það, ok, ef við ætlum að fara að auka stálframleiðsluna hjá okkur, þá þurfum við að byrja því að byggja fleiri kolaver og framleiða meira rafmagn. Þannig þú veist, vöndunin í ítalska hagkerfinu, ítalsku hernaðarmaskinunni var svo rosaleg. Já. Og líka eins, bara, það setur þetta svo mikið í samhengi. Ég man ekki til þess að ég hef séð það í bókinni eftir hann Gucci. Mussolini's War. Já, það er bara mjög góð bók, hann fer mjög í sauman á þessu. Já. En þannig fer inn á Wikipedia og maður verður oft að taka það auðvitað með ákveðinu varúð en engu að síður, þú veist. Wikipedia er nú mjög oft gott. Að Ítalía til dæmis framleiddi, er þá tölur, 3368 skriðdreka og vélvæddar fallbyssur. Og til að setja það í samhengi, að þú berð það samanlega þessu Bandaríkin, þá eru Bandaríkin með 108.410. Og engu að síður, þú veist, þetta er Wikipedia, en
Við vitum það allir að Bandaríkin, ég var að horfa á myndband hérna bara í dag þar sem var að tala um það með Sherman skriðdrekana, hvort að þið framleiddu hvað 54.000 bara svona Sherman skriðdreka. Já. Ítalía framleiddi ekkert bara létta skriðdreka. Nei, þetta var þetta sem vorum að koma hérna áðan. Ítalía var bara svona á hérna grensunni að vera innvætt liggur við sko allavega í suðrinu sko. Já. Og þegar þú skoðar tölur til með þjóðaframleiðslu, það er hérna 1938 þjóðaframleiðsla að horfa hérna á línuritt, þar sem að þjóðaframleiðsla stórveldana borin fram hérna í milljörðum $1990. Þá sko Ítalía neðst á listanum yfir þessi hefðbundin stórveldi með 140, rétt á eftir Japan með 170, Frakkland með 185. Já. Síðan kemur hérna Bretland með 284, Kína með 320, Þýskaland 350, Sovétríkin 360 og Bandaríkin 800. Þannig að og undir Ítalíu ertu með lönd eins og Pólland, Holland, Spánn, Belgía, Tékkóslóvakía, Svíþjóð. Þannig að Ítalía veikasta stórveldið sem við höfum verið að tala um hérna auðvitað. Já. Og þá sér maður þetta, og maður sér þetta á öllum tölum, eins og til dæmis líka bara með kaupskipaflotan. Að þegar stálframleiðslan var svona takmörkuð, að þá náttúrulega gáttu Ítalir engan veginn bætt upp þau skip sem þau mistu. Já. Og þrátt fyrir það að Ítalía séu þetta staðsett þar sem hún þetta Miðjarðarhafinu, með Sardiníu, réðu yfir Líbíu og líka með Ródos. Að það gáttu Ítalir aldrei komið á einhverjum varanlegum yfirráðum yfir Miðjarðarhafi. Nei. Og Bretar sigldu tiltölulega örugt þarna gegnum Miðjarðarhafið. Utan með skipalestur og slíkt, en alveg ótrúlega hvað náðu að sigla, og ennfremur náðu að sökkva mikið af ítölsku kaupskipum. Og svo líka, vandamálum Ítalíu var meira sem þannig sko að þeir gáttu ekki eins og nýtt flutningaskipir almennilega, þannig til dæmis þeir voru kannski með flutningaskip sem gáttu tekið, ég held að mest voru 5.500 tonn, en þeir voru ofta að sigla með þessi skip bara kannski með 1.500 tonni, 2.500 tonn, að sigla frá Ítalíu með byrði til Líbíu. Og þá náttúrulega bæði vegna þess að vöndunum var svo rosaleg í Líbíu og búnaði að þeir mátu að sem svo það borgar sig að sigla með hálffullt skip frekar en að fá engar byrðir. En ennfremur líka, þá skipið jú léttara þannig að fyrir hraðar yfir. Já. En engu að séu, þetta svo allt gert það svo miklu vanefnum. En þeir voru nú með hérna kafbátaherna líka á Atlantshafi, tóku þátt í því. Já. Frá Bordeaux. Já, þeir gerðu það og þeir náðu nú að sökkva eitthvað, en þeir mistu mikið af kafbátum og þeir náðu engan veginn að bæta það tap. Og þeir meira að segja að Bretar náðu að hertaka eitt svona ítalskan kafbát. Og þegar þeir fóru ofan í kafbátina þá krossbráðum, hann var svo frumstæður og þeir skildi ekki hvernig Ítalirnir gátu siglt þessu. Skildi ekki hvernig hann hélst á floti. Já, hvernig þetta virkaði. Og það var líka einst, þetta voru sérstaklega lélegir kafbátar. Já. Ég þetta með þetta fyrir frá mig, hvað söktu mikið að skipum. Já. Á Miðjarðarhafinu þá tókstum að sökkva 21 skipi, sem sagt svona flutningaskipi. Og 13 herskipum, og þetta þá tótal eitthvað svona 100.000 tonn, og á Atlantshafinu þá voru 32 ítalskir kafbátar og þeir náðu að sökkva 109 flutningaskip, hátt í 600.000 tonn. Já. Þetta í raun og veru smátölur, stóra samhenginu. Einmitt. Og megnið af þessum kafbátum var sökkt tiltölulega hratt. En hérna, ok, ef við tölum aðeins meira ef við bara nefnum það bara svona í framhjólpi að við klárum þessu umræðu með hérna ástæður þess hversu illa Ítölum gekk, að þá var það náttúrulega þannig að Rommel var yfirbugaður í Norður-Afríku, bandamenn lentu í Alsír, var það ekki? Operation Torch. Já, það ekki, þeir lenda hann í Marokko og Alsír og já. Já,
og hérna koma úr hinni áttinni og síðan náttúrulega stór innrás eða svona aðgerð þegar að bandamenn lenda á Sikiley í júlí 1943 2 mánuðum eftir að Öxulveldin hafa yfirgefið Afríku, Norður-Afríku og þegar maður skoða svona þess að hernaðarsögu þá svolítið mikið til af litteratúr stríðið á Ítalíu og það kannski líka vegna þess að við höfum svo mikið náttúrulega af þessum enskumælandi sagnfræðingum og mikið af svona hernaðarsögu sem að bæði bandarískir og breskir sagnfræðingar að vera að skrifa og þá þetta svolítið áhugavert og hugarfóstur Churchill sögðu það að fara þarna bandaríkjumenn höfðu ekki áhuga á því Nei Það svo fyndið þetta sem maður kalla þetta soft underbelly of Europe ekkert nema fjöll og örmjór skæi þetta alveg einstaklega létt að verja þetta en það gekk þetta mjög hægt og Þjóðverjar voru nú lítið bundnir með herafla Einmitt og það sem maður náttúrulega gerist þetta að það voru svona menn voru ekki alveg sammála bandaríkjumenn og Bretar á Montgomery og Patton og Eisenhower og svo þau voru ekki alveg þoldunum sumir þeirra þoldunum ekki hvort annan Nei en þeim tókst nú samt að sigra og það verður reynda verið nefnt það þessi innrás í Sikiley hún hefði ekki orðið algjört fíaskó ef að Þjóðverjarnir og Ítalarnir hefði ekki verið ennþá verið búnir þar svæðinu Einmitt Það svo flókið, þetta náttúrulega flóknustu hernaðaraðgerðið sem hægt að fara út í, það að ráðast yfir vatn og náttúrulega því stærra sem vatnið því flóknara það, þannig að það alveg brjálæðislega flókið og þrótt fyrir að þetta sé ekkert það langt í raun og veru milli Túnis og Sikiley þá engu að síður að sigla með skipin og lenda þarna á ströndunum og taka einhverjar hafnaborgir og svona mjög flókin aðgerð en eins og þú segir, þetta var mjög illa varið og Þjóðverjar mjög hratt bara dróðu sér til Hlési við Ítalíu og hvað verðist frekar þar Var þetta ekki Kesselring sem var þarna og Rommel líka? Getur verið, ég man það ekki Það man það nú ekki en þar voru bardagar sem áttu síðan eftir að halda áfram útstríðið en það endaði mjög fljótlega eftir þessa innrás í Sikiley sem var í júlí 1942 að það endaði með því að Mussolini hrakinn frá völdum og Ítalía gefst formlega upp 3. september 1943 þannig sé dregur sig út úr stríðinu og það var nú svolítið svona þar sem við ætluðum nú að staldra við í narratífinu því að það sem gerist eftir þetta að stríðin alltaf heldur áfram á Ítalíu en þá það bara Þjóðverjar á móti bandamönnum en það samt vert að nefna það að við getum sagt að þannig að Salór-lýðveldið 44-45 er þýskt leppríki og þetta eru þýski herinn og allir þessi svona svokölluðu sigrar eins og til mér svo Monte Cassino og þetta voru allt þjóðverjar á móti bandamönnum og það sýnur okkur þetta líka svolítið það að rétt eins og Austurríki Ungverjaland í fyrri heimsstyrjöldinni að þá varð Ítalía effectively að leppríki Þýskalands eftir 1941 og varð algjörlega háð þeim og þýskir herforingjar taka við að stjórna hernum þeirra Einmitt alveg svo gerist með Austurríki Ungverjalandi fyrir heimsstyrjöldinni alveg svo gerist þar og þetta líka svolítið góða punktur sem að mér langar að nefna í tengslu við ef við tölum að þessum ástæðuna fyrir svolítið saman af hverju voru Ítalarnir svona lélegir og það ef þú skoðar aðeins sagnareitunum þetta, hvernig hefur verið skrifað þetta þess að við höfum komið að náðan þá þetta langvarandi mýta eða stereotýpa sem svo að ítalskir hermenn get ekki neitt það bara svona stereotýpa sem að árætur í 19. öld skilur og í fyrri heimsstyrjöld og þetta verið meðal annars eitthvað sem að Mussolini sjálfur vildi snúa ofan af en og strax fyrstu árin eftir stríð þegar var verið að skrifa fyrstu svona söguritununa Ítalíu í seinni heimsstyrjöldinni þá varstu auðvitað með þessa ímynd með Ítalíu voru fórnarlambi og þeir voru fórnarlamb fasismans og fórnarlamb
Mussolini og hans gangstera og svona sama og þú hefur í Þýskalandi þetta Já. en það sem hafði mjög mikil áhrif á þessu hernaðarsögu það voru skrif Þjóðverja vegna þess að sem að Þjóðverja fóru að gera mjög fljótlega eftir stríði var að þýskir hersöðingjar eins og til dæmis Heinz Guderian og Erich von Manstein og fleiri fóru að gefa út svona æfiminningar og endurminningar og þetta var auðvitað eitthvað sem að var síðan þú veist byrt í vestrinu og þú veist var þýtt yfir á ensku og svona því menn voru svolítið að halda upp á þess að þýsku hersöðingja þarna meðal annars út af kaldastriðinu og svona Já. Og Manstein til dæmis fór aftur inn í herinn sem ráðgjafi fyrir Vestur Þýskalandi Já ef ég man rétt Já, algjörlega og eða var hann ekki í Bandaríkjunum eitthvað að kenna í einhverjum háskólum og eitthvað Það getur vel verið Já og þessi gaurar auðvitað sem Manstein og Guderian og Rommel og svona þessi gaurar hafa algjörlega sloppið við nasistastempilinn og bara slippu vel algjörlega hetjur sko Já, algjörlega hetjur Þú veist, ef ég væri með mynd á Rommel hérna på vegg sko, það myndir lengi segja neitt sko Nei, maður myndir ekki svo, já, hann var svo eðimerkur refurinn, já, hann barðist heiðarlega og hernaður hann í Norður-Afríku, það var svolítið svona gentleman's agreement og það er alveg áhvert, það er allavega svona sögur í kringum það Já. En það sem þessi gaurar gerðu og margir að það var til svona þeir héldu áfram með þessari mynd sko, Ítalir, við vorum bara hlekkjaðir við lík Já og þú veist, og heldur áfram að segja þetta er bara því Ítalir kunna ekkert að berjast Ítalir er bara aumingjar ef Ítalir hefði ekki verið og þessi sögu skýring sem við hefum nefnt hérna og er svona þetta með að þú veist já, Ítalir er eyðilögð fyrir þjóðurum með að ráðast inn í Grikkland er eyðilögð fyrir þjóðurum með að binda upp hersveitir í Norður-Afríku og allt þetta þú veist, þessi mynd sko en síðan er eitt sakfræðingur sem heitir MacGregor Knox bandariskur sem er oft greiðarlega áhrif hefur skrifað mikið Ítalíu og komið svolítið svona nýja sín á þetta og það koma með þetta svona að fara að benda á þessar svona eina framleiðslu þú veist þessar svona strúktúral ástæður á bakvið af hverju Ítalir stóðu þessu svona illa og draga svolítið athyglinna frá þessu sko Ítalir gefast bara upp skilurðu og svolítið svona benda á þetta sko að það er ekkit satt að Ítalir hafi alltaf barist illa og það er ekki satt að Ítalir hafi alltaf gefist upp strax þeir gáðust upp að þeir voru umkringdir þeir gáðust upp að þeir voru í þú veist að því að þeir voru í ómögulegum aðstæðum en það hefðu allir hermenn gert það algjörlega og venjulegur ítalski hermenn þurftu móti börðust bara jafnvel og hver annar skilurðu í hernaði og það sjáum við mitt líka því að við vorum að tala um þetta með Rommel og Þjóðverja sem taka yfir stjórnina að það sem að Rommel er að gera í Norður-Afríku er að hann er að leiða ítalska hersveitir allan að stórum hluta og þá sér maður það að ítalskar hersveitir berjast bara vel undir almennilegri stjórn og það er svolítið líka það sem var svolítið vandamál með ítalska herin er að það var herstjórnin sem var með allt niður sig Já, það var mikilvægt hluta af þessu og þess vegna ef við fyrir þá aftur að hvernig við byrjuðum hérna þar sem að stutta svarið var að já, Ítalar gátt ekki neitt og þá var náttúrulega flókna svarið auðvitað og réttara svarið auðvitað að já, Ítalar gátt ekki neitt en síðan verður auðvitað lítið á þessa hagsögu það er náttúrulega vegna þess að ok þegar hermaður eða hersveitið þín er ekki með bíla til þess að komast áfram skotfærin eru búin þú ert ekki með riffil það er ekki eins og til nóg búningum kannski herbúningum þá er ekkert þetta berjast lengur þá er ekkert annað að gera en bara gefast upp þú til þessi fótgöngurliði þá ert þú ekkert að fara að brjóta á bak eftir skriðdrykkasveit þegar keyra mörghundur skriðdrykkar á móti þér og fallbyssurnar og flugvélarnar að varpa sprengjum á því þannig að það er alveg rétt en mikilvægt að halda þetta í hag og þess vegna náttúrulega hef ég verið að draga fram að þessar hagtölur því það er náttúrulega þessi almennilega útskýring á því af hverju þetta gekk svona brösulega hjá Ítölum vöndun á búnaði og svo auðvitað líka illa leittir auðvitað þetta er að tala meir það náttúrulega með bresti og hersöfingum og svona en það er náttúrulega eitthvað sem er alltaf vandamál með einræðisríki af því að þú ert með virkilega hæfileikaríka og sjálfstæða og góða hersöfingja þá er það mjög hættulegt fyrir einræðisherrna auðvitað Já, en svo er einhver annað með það sko sem er einmitt þetta sko að eins og hann Knox nefnir þetta sko
og ég sé þetta annars staðar nefnt, þetta með sko að það sem að Ítalir voru áttu mjög erfitt með, það var það að sko þessar 3 greinar hersins, flugher, floti og landher gat ekki unnið saman. Nei. Og þeir gátt ekki verið með svona combined arms sem var svo mikilvægt í seinni heimsstyrjöldinni sem Bandaríkjamenn náðu mjög vel og Þjóðverjar náðu mjög vel og Rússar náðu að samhæfa þessa 3 hluta. Já. Á meðan að það sem var svona innbyggt í ítalska herinn og í ítalska bara svolítið svona í samfélaginu, bara í framleiðslunni, í iðnaðinum líka, að menn voru í innbyrðið samkeppni. Já. Og í staðinn fyrir að hjálpa hver öðrum þá voru þeir að reyna að eyðileggja fyrir hver öðrum, og þessi dæmi þetta, þú veist, það sem verið að hanna tæki, það sem verið að framleiða tæki og á milli einstaka hersöðingja, þú veist, eins og þessir gaurar, Balbó og hvað hétu allir þessir gaurar, þeir voru allir ykkur svona innbyrðis keppni. Og Mussolini, hann nefnilega hafði aldrei þessa svona algjöru stjórn á öllu. Nei. Eins og félagar hans Hitler og Stalin höfðu. Og í því liggur kannski svolítið svona veikleikin í þessu að sko herinn, landherinn var svolítið bara svona keyra sitt eigið prógram, og þar inni voru mismundi hersöðingjar sem voru bara keyra sitt eigið prógram og í samkeppni við hvora aðra. Já. Og síðan flotin að keyra sitt eigið prógram og svo flugherinn að keyra sitt eigið prógram. Og eins hafa með nefnt að sko til missi svo þessi tæki sem þeir voru að smíða, þó svo þú nefndir hérna voru fallbyssur og fyrir heimstyrjöldinu og svona, orðið sum tæki sem þeir byggðu sem voru bara þokkaleg. Já, og sum voru mjög góð, algjörlega. Þeir lítur á svona sérstaka hluta af þeim, en þeir voru samt einhvern veginn ekki framleitt nógu mikið af því og ekki notað rétt sko. Það sem einmitt stórluti þessu var að iðnaðurinn var ekki nú straumlínulagaður, þannig að þú verður með verksmiður sem góttu framleitt einmitt gífurlegt magn á skömmum tíma, heldur var þetta allt einhvern veginn svona oft gamaldags. Já. og eldri framleiðslu hættir. Það er svolítið talað að þeir voru ennþá að vinna með svona að það var handgert sko. Já. Mikið af þessum rifflum og þessu drasli sem gerði það verkum að þeir voru að framleiða, þú veist kannski riffla. Já. En þeir voru dýrir og þess vegna voru þeir fáir. Já. Og síðan alltaf hafði Mussolini ekki sömu stjórn á iðnaðin framleiðslunni eins og til dæmis Hitler og Stalin hafði. Nei. Og þess vegna voru þá industrialistarnir sko, kapitalistarnir sem voru ykkur svona moldríkir, gjörspiltir, mafjósar og ykkur kartels og eitthvað skilurðu, sem voru bara að nýta kerfið og blóðsjúa kerfið og taka allt og mikið pening fyrir að framleiða dót sko. Já, græða alveg á tá og fingri. Einmitt. Algjörlega. Já. Það er til dæmis, við langt að skjóta þetta inn tölum. Í maí 1940 þá var vopnaframleiðslan, þá er ég að tala bara þú veist, riffla og svona minnivopn, ekki að annar nema svona 13% af áætluðum þörfum. Það er mjög, mjög lítið. Það er ekki neitt og þeir náðu að koma því upp í 30% við lok 1942. Já. Þú veist, ef þú getur ekki einu sinni framleitt nú mikið að rifflum fyrir herinn þinn, þá er þetta mjög slæmt, þá ertu augljóslega ekki að framleiða nóg af fallbyssum og skriðdrekum og eitthvað svona flóknari vopnum. Þú veist, við erum bara að tala um riffla. Algjörlega. Og minni vopn. Algjörlega. Já. Á meðan þú sér þú veist, það er ótrúlega að lesa eins og í Sovétríkjunum, verksmiðutin eins og til dæmis bara í Stalingrad, þar sem að þú veist, skriðdrikatin, það er bara verið að framleiða og svo skriðdrikin bara leiðunni tilbúin en hann keyrður beint út á vígvöllin til þess að berjast. Þannig var þetta ekkert í Ítalíu, en þetta var svo rosalega straumlínulagað í sérstaklega Sovétríkjunum og Bandaríkjunum. Já. Og framleitt náttúrulega svo mikið og það náttúrulega líka, ég veit að ég hef sagt það áður, eins og Stalin sagði þetta, þú veist, magn eru náttúrulega gæði í sjálfu sér. Og það er það þetta er eins og að vera ég man ekki að vera einhver þýskur herforingi sem kvartaði undan því eða sagði að einn þýskur skriðdreka jafnast á 4 bandaríska skriðdreka. Vandamálið er bara bandaríkjum mæta alltaf með 5. Já. Algjörlega. Þannig að þú veist, ítalska dótið sumtaði var ágætt, mikið af þessu var bara úreltækni og það var líka út eða þú veist, menn voru ekki þú veist, bara einhvern veginn viðhorfið í, það var ekki það var ekki verið að verðlauna nýsköpun
það var ekki verið að byggja undir nýsköpun, heldur var kerfið einhvern veginn allt saman bara þannig að þú veist menn voru, þetta duga okkur í öll þessi ár og við höldum áfram að framleiða þetta svona bara og eins og við höfum alltaf gert þetta og ekki að breyta því neitt og margir hersöðingar sem voru með svona einhverja svona ancient hugmyndir það bara vilja styrkin og einmitt þú veist nú marga hugrakka hermenn og þá reddast þetta sko byssustingurinn þjónar sínum hlutverki ennþá en það líka eins og það ótrúlega að lesa það var einhver sem viðræði það var hvort það væri gett að byggja eða smíða flugvélar bara úr timbri og járni það var einmitt viðræð við Mussolini og Mussolini tók svona agalega vel í það og þá einmitt að því hann allt svo jákvæður alltaf svona hvernig spilaru fréttina og þá var það einmitt, þá sagði hann sko heyrðu, já stríðið áttur að dragast á langinn og öll stórveldin eiga eftir að berjast við það að ná í nógu mikið auðlindum og alla eftir að vanta auðlindir en býtu, ef við erum farin að framlega flugvélar úr járni og timbri þá erum við bara leiðandi einmitt svona ekkert og draumórar einmitt, já og eins þegar var að tala um það vantaði kjöt og eitthvað svona þá sagði hann, já, það er svo margir sem þú gremmitsættu hvort þið og það er ekkert skaðlegt fyrir þá þannig að það er bara sniðugt það er að gera að vera með jákvæðni að leiðaljósi algjörlega þetta er mjög sérstakt að sjá þetta allt og mitt áhugavert að sjá það til svo mikið gögnum þetta til fullt af skjölum og minnisblöð og hitt og þetta og náttúrulega sérstaklega og mér finnst náttúrulega Hags-saga að vera mjög áhugavert fyrirbrigðurinn og veru vegna þess að hún segir okkur svo mikið því eins og til dæmis bara það setur þetta svo skýrt fram að það hefur bara voðalega lítið að segja hvað hermennir eru vel þjálfaðir eða hvað þeir eru innblásnir og hvað þeir vilja mikið berjast og hvað baráttu hugurinn er mikill eða þeir eru ekkert með nægan vopnabúnað og byrðir á bakvisi nei eins og bara var með ítalska hermenn því það er þetta mikilvægt að halda þetta haga út að ítalski hermenn voru ekkert lélegari manneskjur en aðrir nei þetta er það samt þó þannig að sumir hermenn voru betri en aðrir eins og til dæmis náttúrulega þýskir hermenn þetta voru bestu hermennir í seinni heimsstyrjöld þannig sé að þú veist eins og til dæmis að Bretar þurfti alltaf að vera með svona 50% meira mönnum og búnaði til þess að eiga helmingsmöguleika og sigra orustu á móti þýskum her en það er alltaf mikið út af þjálfun og skipulagning og alltaf sérstaklega svo nefndir þessa samhæfing þetta er til dæmis ég get alveg skotið því en þetta er það sem við erum alltaf að æfa það er samhæfing og það er áhugavert að fylgjast með hvað þetta er rosalega flókin kerfi og það er verið að reyna að fylgjast með í rauninu hverju einustu eldflögu hverju einustu kúlu á vígvellinum Battle Space Management til dæmis þar sem það er verið að fylgjast með öllum sem er á baráttusvæðinu og við erum með share forrit það sem að menn eru að reikna út og vera að fylgjast með sko núna kemur þessu og skýtu þessu og þá ætlum við að skjóta þarna og þá sækja þessi fram þarna og þetta er svo gífurlega samhæfingar í þessu þetta er ofbóðslega flókið að gera þetta já að því maður getur alveg borið þetta saman við til dæmis bara eins og dans þú veist, ef við varum með 10.000 mann sem ætti að dansa á sama tíma þú veist, það var flókið fyrirbrigði já 10.000 Norður Kóreumunum textan ágætlega held ég já og svo bætir við að þú gerir þetta ekki bara á opnu torgi heldur þú setur þetta til dæmis á Esjuna eða eitthvað út ykkur úr fjalli þú veist, það er alveg gífurlega flókið að samhæfa allt hvernig hefur veðrið áhrif á þetta og þessi mannlegi þáttur og allt þetta nákvæmlega en svo er þetta líka tækni sem að spila inn í með í tengslu við samhæfinguna það er ekki rétt hjá mér að Ítalir áttu stundum í vandræðum með talstöður og svona sumir af þessum skriðdryggum þeirra voru ekki með talstöður og svona og skipin voru ekki að tala saman og alls konar svona amatöra hátur liggur við sko, finnst manni að þetta er svo, þú ert með svo rosalegt forskot ef þínir skriðdryggar eða þínir hersveiti geta verið að tala saman með talstöðum og andstæðingun getur það ekki það er bara heimur og haf þar á milli var hann ekki kallaður líkistan þessi ítalski skriðdryggi sem er framleitu mest af sem var ekki einu sem með fallpissu það var bara með okkur af vélpissu já, líkistan
Ég man svo vel til því þegar ég byrjaði að lesa þetta þegar þegar ég var 13-14 þarna AB í tröðina Já, alveg rétt, og fullt af bókum seinni heimsstyrjöldina. já, ég með eftir því. Það var einmitt einn sem fjalla held ég eyðimerkurstríði og það var einmitt þessi líkistan. Ég man svo vel til því. Já. Það voru góða bækur. Já, mjög svo. Til á öllum betri heimilum hér í den. Algjörlega. En herðu, kannski fara að síga hér á seinni hlutan hjá okkur. Já. En þetta auðvitað endaði með því að bandamenn náttúrulega, eins og við komum að hérna áðan, eru búin að gera innrás í Ítalíu og þá séru líka sko Mussolini búin að vera innræðisar í ykkur 20 og eitthvað ár. Já. Skilurðu. Og hann er bara settur af bara eins og hendi sér veifað sko. Þegar þeir eru búin að missa tröstið og aftur þessu með sko að hann var tilbúin í stríð en sko ítalska þjóðin er ekki tilbúin í stríð þess að við erum að tala hernaða framleiðslan er svona eins og hún er herinn er svona eins og hún er og við fyrsta tækifæri sem við að gera er það sko og svo er alltaf þessi að því að sko það er til eitthvað sem heitir allsherjar þing fasista sem að var svona pólitískt ráð sem að átt að stjórna svona æðstaráði þarna sem stjórnaði sko og það var allmis, ég held að vera þannig stjórnkerfi í Ítalíu var þannig að þeir kom með lista bara pródúseruðu bara svona lista og síðan var bara svona þjóðaratkvæðagreiðsla listan og það var alltaf bara 99% eitthvað sem kusu með listanum skilur það var svona fasískt lýðræði og þetta fasíska ráð kom saman hann í 27. júlí 1973 og það var borin fram svo tillaga að nú er algjör krísa og nú þarf að losna við Mussolini og það var samþykkt með meiri hluta og þá þurfti sko Mussolini innræðisarar mikli sko þá þurfti hann bara að gjöra svo vel sko sem að því hann var hann eitthvað formaður eða eitthvað svo leiðis þá þarf hann, að því hann var alltaf bara forsætisráður sko í rauninni, hann alltaf kallaði Duce il Duce skilurðu en hann var Duce hann var formlega sér bara forsætisráður sko ég var það þannig að þú veist, þá þarf hann að gjöra svo vel að fara á fund konungs með afsögn sína sko skilurðu og kongurinn setur hann af og svo er hann handtekinn það er áhugavert og mér finnst það líka svo sérstakt við þetta líka sýnir sko hvað þessi kannski fasismi og þetta alræðisríki og öll þessi orðræða hvað hún risti í rauninu grunn þetta var náttúrulega ekki svona í Þýskalandi nei alls ekki og þess vegna er svo áhugavert nú er ég bara við Ítalíu hvað hún risti grunnt í Ítalíu og hvernig náttúrulega þýskt samfélag var allt annað þýskt samfélag var gjörsamlega gegnum sýrt af þjóðernisósíalismanum og það náttúrulega var allt annað fyrirbrigði en því sérstaklega við horfum á Ítalíu sem kannski þetta svona fæðingarland fasismans og fyrirmynd fasismans þá er svo ótrúlegt hvað þetta risti raunveru grund þetta er bara með svona mjög svona yfirborðskennda rætur og svo leið og banda með koma þarna og rífa þetta upp og þá er þetta bara búið algjörlega og síðan er hérna náttúrulega þessi ævintýralega aðgerð, björgunaraðgerð það sem að við komum að einhverja SS-sveitir að bjarga Mussolini úr fangilsinu og hann sem leiddi þá aðgerð var mjög frægur ég man ekki hvað hann hét hann S eitthvað, maður getur nú leitað að því hann var mjög frægur því hann lifði af stríðið og hann hélt áfram og hann hélt áfram í þjónustu hinn og þessa ríki hann vann til hans fyrir Egyptaland á einhverjum tíma og var að vinna í hinu og þessu því hann var sérfræðingur á sínu sviðu og mjög fær Kurt Student nei hann var eitthvað fallið og hermaður Skorseni alveg rétt, tók hann þátt í þessu hann tók þátt í þessu, hann Otto Skorseni hann var alveg þvílíki kall Hauptsturmführer Otto Skorseni hann er yfir Kurt Student það er meira sem að haldið fram hann hefur unnið fyrir Mossad það er aldeilis hann er nú með svona
lítur út þess að svona ekta svona evil nazi villain með svona ör í andlitinu. Var það ekki eitthvað hérna hjá þessum þýsku officerum sérstaklega í fyrri heimsstyrjöldinu og í Prússlandi svona, þeir voru alltaf í svona skylmingum? Jú, stundu þess skylmingar og það var þau skylmiðust þangað til að það er blóðguðu hvern annan. Það var svona heiðursmerki að vera með ör í andliti og þess vegna voru allir sem var aðalkallar voru með ör og þess vegna mikið þessum þýsku hersöfingum með ör eftir þessar skylmingar. Þetta var líka til að skilja sig frá sko borgurunum. Já, þetta var svona flott að vera með svona. Þetta er áhört, þessar er líka einmitt, þú veist, fólk verður alltaf bara að googla Otto Skorseni, af því ef þú sérðan þá er þetta einmitt svona típiskur þýskur villain. Einmitt. Var hann ekki SS og eitthvað? Jú, Austurríkismaður. Herðu, já, við ætlum ekki að tala meira atburðin á Ítalíu því að við ákveðum að draga línuna við fall Mussolinis, en það þetta héldu áfram bardagar og þetta má svo sem segja það að sakfræðingar hafa talað stríðið 44-45 sem hálfgert borgarastríð á Ítalíu. Já. Og því að þar splittuðust menn í tvennt, sumir börðust með bandamönnum og aðri börðust með þjóðverjum og síðan var stór hluti þeirra sem voru að berjast voru skærulegar, mikið af kommunistum. Já. Og það voru mitt skærulegar sem að gómuðu Mussolini 1945 og það fór nú illa fyrir honum. Jep. Hann endaði limlestur og hengdur upp og hrækt á hann og pissaði á hann og svona. Já. Nýttu líkið. Þetta var alltaf gífurlega reiði auðvitað. Já. Og það er áhugavert að það er ein bók sem að nýleg bók þar sem að breskur sagnfræðingur var að nota mjög áhugaverðar heimildir sem að var þetta voru þetta hefur verið gert bæði með þýsk, já, Soldaten, þú nefndir einmitt Soldaten bókina sem voru voru það ekki einmitt þýskir fangar? Já, þýskir stríðsfangar einmitt þar sem að þeir eru bara að tala frítt stríðið og vissu ekki að það voru hljóðupptökur. Einmitt, þeir voru þá stríðsfanga Breta. Já. Ég var einmitt að lesa og að hlusta á viðtal við breskan sagnfræðing sem að skrifaði svipaða bók. Já. Einmitt ítalska stríðsfanga. Já. Sem voru hluti af þessari sömu aðgerð. Það voru ítalski stríðsfangar í Bretlandi sem var líka verið að hlera. Já. Og með þess að hátsettasti fangin hann var einhver svona marskálkur. Já. Og þar kemur fram alls konar áhugavert, þess að þeir eru að segja þá við hvern annan stríðið og stjórnina og allt þetta. Og það sem að verið koma fram þar er mikið hatur á Mussolini. Já, og Ciano og þessum gaurum. Já. Sem að voru í frontinum í fasasta stjórninni. Og það sýnir einmitt líka þetta aftur að þessu með hvernig þú veist Mussolini og fasistarnir í ríkið, þú veist, þeir eru alltaf að tala þetta stríð og enginn tilbúin í þetta, það var ekki þessi tengsl á milli hans og þeirra og síðan þjóðarinnar svona eins og sérð í þessum svakalega fanatisma í Þýskalandi Nei, einmitt. Já. Það er áhugavert. Manstu eitthvað hvað hann heitir svo bók eða? Já. Svo bók heitir hvorki meira en ég minna en hún er eftir Alexander Henry heitir hann, gaurinn sem að skrifa þessi bók, hún heitir War Through Italian Eyes Fighting for Mussolini 1940-1943 kom út árið 2021. Já. Þannig að það er ýmislegt í þessu að þú kíkir á það. Svo er auðvitað önnur þeim í þessu sem er megnefnt þessu stríðsklæpir og collaboration við Þjóðverja auðvitað eftir að Þjóðverja komu og hernámu náttúrulega norðurhluta því að þetta náttúrulega helmingurinn af stríðinu er náttúrulega eftir, það er náttúrulega auðvitað þá undir bara þýsku hernámi í rauninni þannig að þú veist Ítalía er auðvitað svolítið merkilegt fyrir það er sakir auðvitað, það er þessi stóri gæsalappa meðlimur í öxulveldunum þú veist við tölum yfirleitt minor axis þú veist Ungverjaland, Búlgaríu Finnland, þessi litlu ríki en náttúrulega stóru löndin auðvitað er náttúrulega Þýskaland, Ítalía og Japan skilurðu,
þannig að þú veist, Ítalía er bæði svona stórt öxulveldi en á sama tíma gerist það náttúrulega þetta fyrir Ítalíu það sama og gerist fyrir litlu öxulveldin er að þeirra búið að ráðast inn í landið þá gefast þeir upp og skiptum hlið og halda áfram að berjast með bandamönnum náttúrulega sama Rúmenía, Búlgaría og Finnland og allir gerðu sko Já, einmitt en síðan ertu auðvitað líka með þetta því að þetta sem vorum að nefna með þessa borgarastyrjölds hlið á þessu þú auðvitað líka með þá norðurhluta Ítalíu sem þá að berjast með þjóðurum og sem hernum ríki eða leppríki þannig að þetta eru svona margar hliðar á þessu þetta er mjög svolítið svona fjölþætt saga auðvitað Já, þetta er það en það voru réttarhöld eftir stríðið og svona Ítalir auðvitað voru þeir ekki þeir voru náttúrulega fremdu stríðsklæpi á Balkanskaga og í Afríku Já en ég man ekki hann Guts í bókinu sinni nú man ég ekki hvort hann talaði það hvort að Ítalin hafi verið verri eða betri en þjóðurar ég hefði náttúrulega munað það var einhver dýnamíka þar í Júgóslavía það skipti máli upp á hann skæruliðana hvort það borgaði sig fyrir þá að haldi yfir ítalst yfir á svæði eða þýst hérna og þjóðverði gengur svo hróttarlega framhatt og Júgóslavía getur nú jafnvel trúið að Ítalinn hefði verið skári ég man þetta ekki almennilega en þeir eru auðvitað frömdu stríðsklæpi hér og þar og en stríðsklæpinu voru ekki síst þetta í Afríku og líka fyrir stríð eins og í Líbíu til dæmis á 3. og 4. áratugnum þegar þeir voru að brjóta niður uppreisnir Araba og annað slíkt sko, þá var beitt ýmsum bellibröðum til dæmis þeir voru að eitra vassból og spilla vassbólum og gengur mjög hart fram þar einmitt drápu marga nákvæmlega og svo náttúrulega þetta nota gas gegn Eþíópíumönnum eins og koma hérna en svo náttúrulega líka eins og við nefnt náttúrulega þessi saga kannski, fellur náttúrulega alltaf svo í skuggan á Þýskalandi eins og það þú veist allir þekkja Núrembergar réttarhöldin en ég hef nú lesið töluvert sögu og ég hef ekki hugmynd hvað ítölsku réttarhöldin kallast eða hvar þeir voru eða hvernig þeir voru Var það ekki svolítið þannig eftir stríð að Ítalirnir fóru of mikið í þetta fórnarlamps hlutverk Jú, þeir gerðu það nú og svo náttúrulega gáttur náttúrulega spila á það að þeir skiptu nú lið og börðust þá undir lokin þannig að fengur einhver saman út á það einmitt þetta er náttúrulega kaplúta fyrir sig en það er önnur saga Hörru, erum við ekki bara að fara að vera góðir hér með Ítalíu og Mussolini Duce og ítalska hermannin hann fór nú ekki vel með tengdason sinn Ciano, greifa það var hann ekki greifi hann ungi utanríkisráðherrann sem var nú frægt nafn í blöðunum fyrir stríð var alltaf með í öllum þessum fundum í München og allstaðar og Berlín, Róm, Öxullin og allt þetta sem við höfum talað um hérna var alltaf utanríkisráðherra Ítalíu Ciano sem að giftist dóttur Mussolini, Eddu Mussolini og var tengdasonur hans og hann var mjög hátsettur fasisti og var í fasistaraðinu og hann kaus gegn Mussolini í afdrifaríku kosningunni og þá flúði hann og Edda til Þýskalands eftir vopnahlið en Þjóðverjar sendu það tilbaka til Mussolini og þá var hann og fleiri sem hafðu tekið þátt í þessari kosningu voru dæmdi fyrir landráð og skotnir skotnir í bakið notabene sem svona á hernaða sið sko svona fyrir landráðumenn einmitt tók tengdasonuna lífi einmitt en hann á nú eitthvað afkomendur en þann dag í dag á lífi, á Mussolini hann átti náttúrulega fullt af börnum það er líka áhugavert bara að hugsa út í það að afi eða langa afi var Mussolini ég meina þú veist ég held að börnin hans þau dó ekki fyrir henni svo Edda Mussolini hún dó 90 eitthvað sko og bróðir hennar 2000 og eitthvað sko gamalt fólk sko og eitt af barnabörnunum hans hefur nú verið eitthvað í ítölsku stjórnmálum maður ekki hvað hún heitir hvort hún var að vinna í eitthvað sveitastjórnarkostingar eða eitthvað alveg rétt kannast eitthvað við það
og hún vann eða allan komst í eitthvað embætti. Það þarf að kynna sér það líka. Er þetta ekki ykkur hálgerði nýfasistar sem eru að Ítalíu núna? Það er líka kapli út fyrir sig en ég er náttúrulega mjög skeptískur út í allt svona því að ég myndi segja að fasism brann upp fyrst og fremst þarna 45 og svo var upp úr því bara til þessi fasista gríla sem alltaf verið að nota. Það er mitt. Það er önnur saga. En maður getur ósammála það. Nákvæmlega. Herru, við segjum þetta gott hér af hlaðvarpinu Söguskoðun í dag. Við snúum hér aftur í næsta þætti. Ef þú ekki að reyna að fara eitthvað allt annað, Ólafur? Já, við förum eitthvað allt annað. En þetta er bara ágætt spredt hjá okkur núna. Aftur í fornöld eða í miðaldir eða til Kína eða Asíu. Já, þannig að gera eitthvað þannig. Minnum hlustendur á vefsíðu þátturinn söguskoðun.com og við erum á Facebook, við erum á YouTube, við erum allstaðar þar sem hægt er að nálgast hlaðvörp söguskoðun@gmail.com með netfang þáttarins. Að þessu þökkum við fyrir okkur í dag og verið sæl.